Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við fjöllum ýmislegt að þessu sinni. Við ætlum meðal annars að ræða CrossFit. Magni Ásgeirsson kemur til okkar. Við ræðum lögreglunámið og hvað á eiginlega að gera við þennan hita úr Vaðlaheiðargöngum og ýmislegt fleira. Við ætlum að byrja á því að tala skíðamót Íslands sem framfer bara akkurat núna í Hlíðarfjalli á Akureyri. Verið velkomnir herramenn. Takk. Takk. Þú sagði með áðan að þetta væri svona bara stærsta þetta er mótið. Já. Með stórum staf. Já, þetta er mótið, það er að segja að þetta mót sækja allir af okkur bestum besta skíðafólki. Já. Og mikið af þessu fólki er erlendis, skíðar mikið þar, en kemur svo heim þessa helgi og þarna er keppt Íslandsmeistaratitla. Og það er keppt líka í göngu. Já, það er mjög ánægilegt að það er vaxandi áhugi á henni. Og það er 25 keppendur í göngu núna. Og það er gaman að því líka, það eru Íslendingar sem búa erlendis, til dæmis 2 sem búa í Noregi sem ekki hafa komið áður og tekið þátt sem er að koma á. Og síðan eru erlendi gestir líka því þetta er að hluta til alþjóðlegt mót. Já, en hvernig hafa Íslendingar verið að standa sig? Svona fyrir þá sem eru ekki kannski alveg að fylgjast með þessu á hverjum degi, hvað er að gerast á Íslandi í dag? Hver eru bestir? Hver eru að fara að vinna þetta? Sko, það eru þarna, eins og í alpagreinunum, það eru Halla og Sturla sem hafa náð mjög góðum árangur erlendis, hafa verið að, eins og segi, ná góðum sætum. Sturla til dæmis náði bronsi núna á stóru móti í Kanada sem er alþjóðlegt mót og Halla hefur líka verið að standa sig mjög vel í Norður-Ameríku bikar, var þar í 11. sæti. Þannig að þau eru að ná mjög góðum árangri á alþjóðlega mælikvarða og þetta er okkar landslýsfólk. Þannig að þetta er svona þau ættu að hafa þetta? Já. Þau eru bæði Halla á titil að verja frá því fyrra, bæði í sví og stórsví og Sturla í svíja með minnir. Er engin nálægt þeim? Svona ef þau klúðra einhver stórtæku að er einhver sem á séns í það? Já, það er allir séns í þessu. Og það er náttúrulega keppikepli fyrir aðra að náttúrulega reyna að ná titlanum af þeim. Nákvæmlega. En hvað með brautina? Hvernig nú er ekki búið að vera mjög snjóþungu vetur hérna? Nei, veðurguðinn hefur nú ekki verið beint í spariskapinu fyrir okkur skíðafólki í vetur. En þetta hefst allt saman bara með þrautsig og það er búið að vera, náttúrulega snjóframleiðslan hefur skipt sköpum í þessu ísöðu fyrir okkur í vetur. Já. Það var þetta framleiða snjó og starfsfólki í fjallinu hefur verið bara mjög ötult að tróða vel og reyna að ýta til snjó og annað slíkt, en færi eru frá mjög gott og það er mjög gott veður og verður gott veður helgina, þannig að þetta verður bara mjög spennandi og skemmtilegt. Gangan er væntanlega aðeins lægra sett í fjallinu heldur en alpagreinarnar, er lagið með og kannski erfiðar að framleiða snjóin á göngubraut eða hvað? Nei, það hefur nú alveg sloppið til, en það eru snjógirðingarnar sem að bjarga því. Það væri ekkert göngumót hér í dag ef það væri ekki snjógirðingarnar sem að safna snjónum að sér og tróðararnir jafna svo út og þjappa niður. Það er bara autt í kringum þetta 6-8 metra breiða belti sem að þeir hafa útbúið. Þannig að þetta er bara verkfræði? Já. En hvernig er það þín megin? Er einhverjir svona sem eru sigurstranglegir? Það er náttúrulega augljósmála Elsa Guðrún, hún mun sigra í kvennagöngunni. Hún ber alveg af í þeim flokki og feikilega gaman að hún er að koma tilbaka. Hún byrjaði að æfa aftur í fyrra eftir 10 ára hlé, barneignir og fleira. Og geysilega gaman að sjá það. Nú, það er unga stúlkur líka sem er að koma upp, þó þeir hafa ekki kannski alveg við henni ennþá. Í karlaflokknum þá erum við náttúrulega með landslýsmennina, Sævar og Brynja Leo sem er þar mjög sterkir og síðan koma þarna 2 Íslendingar sem búa í Noregi, Ísak og Sturla, sem eru í sama flokki og okkar landslýsmenn og virkilega gaman að því. Hvernig stöndum við okkur í göngu? Erum við einhvers staðar, erum við aftarlega á meirinni? Já, það er svona eftir hvernig það er litið, sko. Við okkar menn að læra og bæta sig í svokallaðum FIS-punktum, þannig að þeir eru að verða betri og betri. Og það er að koma upp núna unglingar eða ungt fólk, sérstaklega piltar á Ísafirði og stúlkur á Ólafsfirði sem eru feikilega efnileg og verður gaman að fylgjast með næstu árin. Svo gengur til liðs við okkur 2 bræður sem búa í Noregi, Sturla og Snorri Einarssynir. Og Snorri er einn af toppmönnum bara í heiminum. Hann bankaði á dyrnar á norska landsliðinu undanfarin ár. Við erum þar í topp 20, getum við sagt. En með því að fara að keppa fyrir Ísland, þá hefur hann meiri möguleika á að komast á
Ólympíuleika og heimsmeistaramót og komast í landslið. Þannig að þar komin feikilega sterk fyrirmynd. Skemmtilegt fyrir Íslendinga að fá hann með. Mjög mikilvæg sköp, sko. Nákvæmlega. En hvernig það fyrir fólk svona almenning að maður verður pínu feiminn þegar kemur á svona skíðamótum, hvort það megi mæta og hvar maður því að þetta svolítið svona menning, hvar maður ekki fyrir og hvernig virkar þetta? Viltu segja okkur svona þessum sem eru ekki vanir? Það náttúrulega öllum frjálst að mæta og koma. Þetta kannski aðgengi aðeins auðveldara göngunni, þar sem það náttúrulega niður við skíðahótelið, en kannski aðeins verið að komast upp, en það eins og segi, stólulyftan gengur upp og það öllum frjálst að koma. Og eins og ég segi, það hægt að standa við strítuskálan og sjá þegar þau koma niður brekkurnar í markið. Og verið að lýsa á svona? Já, skíðasambandið núna búin að taka upp og ætla að vera með beina útsendingu í gegnum netið. Þannig að það hægt að fylgjast líka með mótinu þar. Hvað slóðin þar? Það bara skvi.is og það náttúrulega slóðin á beina útsendingu. Það nú svolítið skemmtilegt. Já, þetta nýbreytni. Þeir, eins og ég segi, keyptu sér græjur núna í vetur og eru búin að vera að sýna frá mótum. Þannig að þeir ætla að sýna bæði frá göngu og svo í alpagreinum. En alpagreinar þær eru alltaf, við Íslendingar erum svolítið svona verðum stundum smeyk þegar við erum að horfa á okkur fólk keppa bara að standa niður. Já. Hefur nú lengi verið verðsinn hjá okkur. Já, að standa í brautinni. Standa í brautinni, já. Hvers vegna fólk alltaf að detta á skíðum og ég spyrja svona ofboðslega heimskulega spurningar. Það að því að fólk að taka svo brjálæðislega áhættu? Já, það náttúrulega, þetta snýst að ná sér bestu tíma og þá náttúrulega tekur fólk sénsa, eða keppendur, taka sénsa, komast eins rætt niður og hægt og ef allt gengur upp og þá náttúrulega náðu fyrsta sætinu. En svo náttúrulega getur ýmislegt farið úrskeiðis, þannig að þetta svona pínu gambúl í þessu. Þannig að, ég held að við séum meira stressu sem horfum á, heldur þau sem að skíða niður. Auðvitað. En aðstæðan í Hlíðarfjalli, bara að lokum, bara öll umgjörð og svoleiðis, erum við á réttri leið nú, aðeins verið að ræða engavæða rekstur fjallsins, svona eða hvað ekki verið að bjóða út rekstur fjallsins, hvernig leggst það svona í skíða fólk? Sko, það leggst bara mjög vel í okkur og bara því miður verður að segja að uppbyggingin í Hlíðarfjalli hefur ekki verið eins og við hefðum kosið og annað. Þetta hefur verið svolítið status quo í allt og mörg ár. Þannig að við lítum á þetta bara mjög jákvæðum augum og mér skilst að það sé mikill áhugi bara það sem komið frá erlendum fjárfestum og fleiri að taka yfir reksturinn í Hlíðarfjalli. Og við sjáum það bara sem plús, þá kemur hérna inn aðilinn sem þá vill byggja upp og eyða í uppbyggingu og sjálfsögum við bættri aðstöðu náttúrulega bara fyrir almenning að þá náttúrulega njótum við í skíðafjallinu líka góðs af því. Hvað óskalistanum yfir þeir sem ættu að vera löngu búið að gera og þið myndu vilja sjá strax koma? Já, eins og fyrir okkur skíðafólk. Það rauninni bara öll almenn aðstaða. Náttúrulega skíðahóteli náttúrulega basis tíma. Náttúrulega þannig að það kannski ekki með þjónustús en hvað brekkur snertir auðvitað þarf að endurnýja lyftur á einhverju leyti. En aðalatrið að brekkurnar og annað séu bara í lagi. Já. Og eins og segja, það sé hægt að fá framleiða snjó náttúrulega strax á haustmánuðum og brekkurnar taki við. Nákvæmlega. Að lokum ekki að gera hvetja fólk til þess að mæta líka á gönguna? Jú, alveg tímalaust að gera það og það mjög góð aðstæða til þess að fylgjast með þó að hluti af göngumönnum menn hverfi í burtu einhverja smá stund út í sporið. En aðeins varðandi aðstöðuna þá náttúrulega mikill hugur í skíðagöngufólki að hún verið bætt líka. Það þarf að bæta við sporum eða leiðum meira fyrir almenning og byrjendur til dæmis. En svo rákustum við á það bara með eftirlitsmanninum á miðvikudaginn þegar hann var að taka út svæðið að menn höfðu alveg gleymt að skoða tróðarann og sporann. Og hann stenst nefnilega ekki alþjóðlega kröfur því það alltaf breytt á milli, það eru lögð 2 spor og það ákveðin hámarkslengd sem má vera þar á milli. Og hún alltaf mikil á þessu spora og sporarnir eru fastir, það ekki hægt að færa þá til. Þannig að það eitthvað sem að yfirvöld þurfa að skoða ég held fyrir næsta vetur. Nú eða nýir erlendir fjárfestar. Eða nýir aðilar. Já, vonandi, eins og sé, það bara. Mountain Hlíðarfjall. Já, öll uppbyggingu við fögnum henni. Takk hérlega fyrir komuna, herramenn, það verður spennandi að fylgjast með, hvort sem það að mæta í fjalli eða fara þá skí.is og fylgjast með útsendingunni. Já. En við á N4 við höfum verið í samstarfi við fjölmiðladeild Háskólans á Akureyri og þar hafa nemendur verið að koma hingað í þetta sett til okkar og taka upp svona sín nemendaverkefni og við ætlum næst að heyra nemenda fjalla aðeins lögreglunámið á Akureyri.